Gracias al Señor Surah.
Komið sæl og verið hjartanlega velkomin til okkar í Siglufjarðarkirkju. Í dag er föstudagurinn langi og hér á eftir verður lesin píslasagan eins og hún er skráð í 18. og 19. kafla Jóhannesarguðspjalls. Og milli lestrana, sem eru 6 talsins, verður sunginn sálmurinn Ó höfuð dreyra drifið, eitt erindi á milli hvers lesturs. En sálmurinn er númer 145 í sálmabók Íslensku þjóðkirkjunnar og er upphaflega belgískur og þýskur. Þýðinguna gerði Helgi Hálfdanarson. Við skulum signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Og það er komið að fyrsta lestri sem hljóðar svo. Jesús fór út með lærisveinum sínum og yfir lækinn Kedrón. Þar var grasgarður sem Jesús gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas sem sveik hann þekkti líka þennan stað, því Jesús og lærisveinar hans höfðu oft komið það saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestum og farisjum. Þeir koma þar með blysum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann mundi koma, gekk fram og sagði við þá, að hverjum leitið þér? Og þeir svöruðu honum, að Jesú frá Nasaret. Hann segir við þá, ég er hann. En Júdas sem sveik hann stóð líka hjá þeim. Þegar Jesús sagði við þá, ég er hann, hopuðu þeir á hæl og féllu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur, að hverjum leitið þér? Og þeir svöruðu, að Jesú frá Nasaret. Jesús mælti, ég sagði yður að ég væri hann. Ef þér leitið mín þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orð hans hann hafði mælt, engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafði sverð, bráð því og hjó til þjóns æðstaprestsins og sneið af honum hægra eyrað. Þjónninn hét Malkus. Þá sagði Jesús við Pétur, sting sverðinu í slíðurinn. Á ég ekki að drekka kaleikinn sem Faðirinn hefur fengið mér? Foringinn og varðmenn gyðinga tóku nú Jesú höndum og bundu hann og færðu hann fyrst til Annasar. Hann var tengdafaðir Kæfasar sem var æðsti prestur það ár. En Kæfas var sá sem gefið hafði gyðingum það ráð að betra væri að einn maður dæi fyrir lýðinn. Símon Pétur fylgdi Jesú og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur æðstaprestinum og fór með Jesú inn í hallargarð æðstaprestsins. En Pétur stóð utan dyra. Hinn lærisveinninn sem var kunnugur æðstaprestinum kom út aftur, talaði við þernuna sem dyra gætti og fór inn með Pétur. Þernan við dyrnar sagði þá við Pétur, ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði, ekki er ég það. Þjónarnir og varðmennirnir höfðu kveikt kolaeld, því kalt var, og stóðu við hann og verndu sig. Pétur stóð hjá þeim og ornaði sér.
Nú spurði æðstipresturinn Jesú lærisveina hans og kenningu hans. Jesús svaraði honum: Ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins. Ég hef ætíð kennt í samkundunni og í helgidóminum þar sem allir gyðingar safnast saman, en í leynum hef ég ekkert talað. Hví spyrð þú mig? Spyrðu þá sem heyrt hafa hvað ég hef við þá talað. Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jesús sagði þetta, rak einn varðmaður sem þar stóð honum löðrung og sagði: Svara þú æðstaprestinum svona. Jesús svaraði honum: Hafi ég illa mælt, þá sannað þú að svo hafi verið, en hafi ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Þá sendi Annas hann bundinn til Kæfasar æðstaprests, en Símon Pétur stóð og vermdi sig. Hann var þá spurður: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði: Ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðstaprestsins, frændi þess sem Pétur sneið af eyrað: Sá ég þig ekki í grasgarðinu með honum? Aftur neitaði Pétur og leið gól hani. Fluttur frá Kæfasi til hallar landshöfðingjans. Það var snemma morguns. Gyðingar fóru ekki sjálfir inn í höllina, svo að þeir saurguðust ekki, heldur mættu neita páskamáltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði: Hvaða ákæru berið þið fram gegn þessu manni? Þeir svöruðu: Ef þetta væri ekki illvirki, hefðum við þá selt þér hann í hendur. Pílatus segir við þá: Takið þér hann og dæmið hann eftir yðar lögum. Gyðingar svöruðu: Og sleifist ekki að taka neinn af lífi. Þannig rættist orð Jesú þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann átti að deyja. Pílatus gekk þá aftur inn í höllina, kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann: Ert þú konungur gyðinga? Jesú svaraði: Mælir þú þetta af sjálfum þér, eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði: Er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstuprestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gjört? Jesús svaraði: Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann: Þú ert þá konungur? Jesús svaraði: Rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fæddur og til þess er ég kominn í heiminn, að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann: Hvað er sannleikur? Syndasekt því veldur, hún
svo mæltu gekk hann aftur út til gyðinga og sagði við þá: Ég finn enga sök hjá honum. Þér eru vanir því að ég gefi yður einn mann lausan á páskunum. Viljið þið nú að ég gefi yður lausan konung gyðinga? Þeir hrópuðu á móti: Ekki hann heldur Barabbas. En Barabbas var ræningi. Þá lét Pílatus taka Jesú og húðstrýkja hann. Hermennirnir fléttuðu kórunu úr þyrnum og settu á höfuð honum og lögðu yfir hann purpurakápu. Þeir gengu hver af öðrum fyrir hann og sögðu: Sæll þú, konungur gyðinga, og slógu hann í andlitið. Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við þá: Nú leiði ég hann út til yðar, svo að þér skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrnikórununa og í purpurakápunni. Pílatus segir við þá: Sjáið manninn. Þegar æðstuprestarnir og verðirnir sáu hann, æptu þeir: Krossfestu, krossfestu. Pílatus sagði við þá: Takið þér hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá honum. Gyðingar svöruðu: Vér höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja, því hann hefur gjört sjálfan sig að Guðs syni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð varð hann enn hræddari. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jesú: Hvaðan ertu? En Jesús veitti honum ekkert svar. Pílatus segir þá við hann: Viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesús svaraði: Þú hefðir ekkert vald yfir mér ef þér væri ekki gefið það að ofan. Fyrir því ber sá þyngri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pílatus enn að láta hann lausan, en gyðingar æptu: Ef þú lætur hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gjörir sjálfan sig að konungi rís á móti keisaranum. Þegar Pílatus heyrði þessi orð, leiddi hann Jesú út og settist í dómstólinn á stað þeim sem nefnist Steinhlað, á hebresku Gabbata. Þá var aðfangadagur páska hádegi. Hann sagði við gyðinga: Sjáið þar konung yðar. Þá æptu þeir: Burt með hann, krossfestu hann. Pílatus segir við þá: Á ég að krossfesta konung yðar? Æðstuprestarnir svöruðu: Vér höfum engan konung nema keisarann. Þá seldi hann þeim hann í hendur að hann yrði krossfestur. Þeir tóku þá við Jesú. Og hann bar krossinn og fór út til staðar sem nefnist Hauskúpa, á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum 2 aðra, sinn til hvorrar handar, Jesús í miðið. Pílatus hafði ritað yfirskrift og sett hana á krossinn. Þar stóð skrifað: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa yfirskrift því staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstu prestar gyðinga við Pílatus: Skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt: Ég er konungur gyðinga. Pílatus svaraði: Það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað.
Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú, tóku þeir klæði hans og skiptu í 4 hluti og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku á kyrtilinn, en hann var saumlaus, ofinn í eitt, ofan frá og niður úr. Þeir sögðu því hver við annan: rífum hann ekki sundur, köstum heldur hlut hver skuli fá hann. Svo rættist ritningin, þeir skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlut kyrtil minn. Þetta gjörðu hermennirnir. En hjá krossi Jesú stóðu móðir hans og móðursystir, María, kona Klópa, og María Magdalena. Þegar Jesú sá móður sína standa þar og lærisveininn sem hann elskaði, segir hann við móður sína: kona, nú hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveininn: nú hún móðir þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveinin hana heim til sín. Jesús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann til þess að ritningi rættist: mig þyrstir. Þar stóð ker fullt af ediki. Þeir settu njarðarvött fylltan ediki á ísópslegg og báru að munni honum. Þegar Jesús hafði fengið edikið, sagði hann: það fullkomnað. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andann. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn, báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags. Hermenn komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars svo hins. Þegar þeir komu að Jesú og sá að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans. En einn af hermönnunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá séð hefur vitnar þetta, svo þér trúið líka og vitnisburður hans sannur. Og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist: ekkert bein hans skal brotið. Og enn segir önnur ritning: þeir munu horfa til hans sem þeir stungu. Jósef frá Arimaþeu, sem var lærisveinn Jesú en á laun af ótta við gyðinga, bað síðan Pílatus að mega taka ofan líkama Jesú. Pílatus leyfði það. Hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodémus, fyrrum hafði komið til hans nótt og hafði með sér blöndu af myrru og alóe, nær 100 pundum. Þeir tóku nú líkama Jesú og sveipuðu hann línblæjum með ilmjurtunum, eins og gyðingar búa lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var grasgarður og í garðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í. Þar lögðu þeir Jesú, því það var aðfangadagur gyðinga og gröfin var nærri. Smaka, svo leist
segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, og Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.